Hi on some yndislega mánudegi. Hi on this wonderful Monday. Yeah. And we start with, like we always say, Amen. And everybody say Amen. And we are gonna start it, like always, my beautiful wife is gonna start it with a little prayer. Já, elsku Jesús, við leggjum þessu stund í þín hendur. Elsku dráttum bara heilarandi, ég bið svo blessi varar okkar Sigga og gefur okkur fríði í huga okkar í hjarta okkar, líka fyrir þeir sem heima að hlusta og blessir okkur öll í Jesu heilanandi. Amen. Amen. Og við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðuna. Við erum að lyfta 5 name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Jóhannu, Inga, Alfreði, Óskar og Húberti. Now, we ask you to ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are dealing with. And like you know, God answers our prayers, and so God is gonna bless them. Og við viljum biðja ykkur fyrir þessum nöfnum að lyfta þeim upp til Guðs og við vitið að Guð ansar okkar bænum og biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og blessa þau í Jesú heilaga nafni. Amen. And everybody say Amen on this wonderful Monday. We have a short chapter today, so we are on chapter 6 in Act og við erum komin á kafla 6 í Postulasögunni og megi þetta vera eitthvað til blessunar og hlusta. May this be a blessing to you who are listening, because the word is the truth. Orðið sannleikurinn. Í Jesú heilaga nafni, amen. Everybody say amen. Á þessum dögum lærisveinum fjölgaði fóru grískumælandi menn að kvarta út af því að hebreski settu ekki þeirra hjá við daglega úthlutun. Hinir 12 kölluðu þá lærisveinahópinn saman og sögðu: Ekki hæfir að vér hverfum frá boðun Guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnið því bræður 7 vel kynnta menn úr yðarhópi sem fullir eru anda og visku, munum vér setja þá yfir þetta starf, en vér munum helga oss bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kusu þeir Stefán, mann fullan af trú, heilugum anda, Fílipus, Prókórus, Nikanor, Tímon, Parmenas og Nikolás frá Antókíu sem tekið hafði gyðingatrú. Þeir leiddu þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá kom til nokkrir menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu, og tóku að tráta við Stefán. En þeir gátu ekki staðist gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja: Vér höfum heyrt hann talað lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennana, og þeir veittust að honum og gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeir fram ljúgvotta og sögðu: Þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálum. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret
muni brjóta niður musterið og breyta þeim síðum sem Móse hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Í Jesú nafni, amen. And now we are going to play this King James 1611 og hlustum þetta á King James 1611 svo að það komi rétt fram. Það rétt ritning í Jesú nafni, amen. Amen. Þið það. Acts 6. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Procrus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased. And the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then they suborned men which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came upon him and caught him, and brought him to the council, and set up false witnesses which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. But we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face, as it had been the face of an angel. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say, amen. Alltaf gaman að hlusta á King James. Það svona dýpri og svona betri skilningu sem maður fær á orðinu og svona, já, orðin ekki svona látin alveg saman eins og í íslensku biblíunni og svona, það svona dýpri og betri skilning orðina. It's like it's a little bit different when I'm reading the Icelandic Bible and when I'm listening or reading the King James 1611, I get deeper more understanding of the word. It's like better written Bible. Yes, in Jesus' name, amen. And now, if you have not received God into your heart, then I'm going to give you the opportunity to do that, because God promised, if you believe that Jesus died on the cross and he died for your sin, and his blood cleansed you of all your sins, and he rose on the 3rd day, and you believe that in your heart, then the Holy Spirit is going to come into your heart and save you in Jesus' name. Og nú ætla ég að gefa ykkur séðan svolítið þeir sem hafa ekki tekið við
Guði inn í hjarta ykkar að gera það. Þið trúið því að Jesús hafi dáið á krossinum og hann hafi dáið fyrir syndir ykkar og hreinsaði ykkur allir synd með blóði sínu og hann hafi risið á 3. degi, að þá mun Guð, heilagur andi, koma inn í hjarta ykkar og frelsa ykkur. Og það er loforð sem Guð gefur okkur og við þurfum bara að trúa þessu og hafa þetta og segja þessi orð svo maður tæki við. Og nú ætla ég að byrja á þessari lesningu og eigðu þessi orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi á Sona Guðs, ég trúi að þú Sonur Guðs, ég trúi á dóst á krossinum fyrir syndir mínar ég trúi að dóst á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. af allri synd. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mér að nýrri manneskju í þér. og gerði mig að nýrri manneskju í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þig, Jesús, Þakka þér Jesús fyrir að með blóði þínu fyrir að með blóði þínu er ég hreinsuð, er ég hreinsuð, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfædd endurfædd og elskuð af þér. og elskuð af þér. Í Jesú nafni, amen. Þið sem áttu þessi orð og trúðu, eru velkomin í Guðs ríki. And now I'm gonna read this in English, so have these words after me. And God is gonna come into your life. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins and that your precious blood and that your precious blood cleansed me from all my sin. cleansed me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Thank you, Jesus, Jesus, that through your blood I am cleansed, that through your blood I am cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' In name. Jesus' name, Amen. amen. And everybody say amen on this wonderful Monday. Amen. And may this be a blessing to you. And remember, always tell your family and your friends that you love them and pray for them and love your neighbor and pray for your neighbor and love your enemy and pray for your enemy, and then God is surely gonna bless you. Og munið að segja ástunum ykkar að þið elskið þau og biðjið fyrir þeim og biðjið fyrir náungunum og elskið náungan og einnig elskið óvinni ykkar
og biðji fyrir honum og þá mun Guð svo sannarlega blessa ykkur og þannig virkar það. Guð blessar þann sem blessar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. So we spread the news and that is our purpose here on this earth, to spread the good news. Og okkar tilgangur hér að dreifa út góðu fréttunum og það það sem Guð vill að við gerum. Og megi Guð blessa ykkur á þessum yndislega mánuði og eins og alltaf var kona mín að enda þetta á bæninni sem Jesú kenndi okkur. Faðir vor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. And everybody say amen. And we love you from Iceland. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislega mánudag and a wonderful Monday. We love you. Bye bye and we see you tomorrow. Yeah.